Þegar við erum með þriggja-fasa afriðun þá lítur tengingin út yfirleitt svona. Við erum með spenni, það bæði forvafið og eftirvafið á spennunum stjörnutengt hjá okkur. Þar sem við förum í verkefni á föstudaginn, þá bæði forvaf með stjörnutengingu og þar tengjum við inn 3 sinnum 400 V spennu, það aðalspennan, og eftirvafið tökum við út þá tökum við 10 V þar út og þá fáum við spennu sem lítur út svona. Það 120 gráður á milli fasa, þar sem fasin fer hérna í gegnum núllpunktinn, yfirfasin hérna L1. Þá líður tími hérna og sem samsvarar 120 gráðum á milli þar sem þangað til að næsti fasi fer í gegnum núllpunktinn og þriðji fasinn kemur svo hérna. Og við förum aðeins í það núna en kannski betur seinna í það hvernig þriggja-fasa afriðun fer fram. Og það nefnilega þannig að við höfum þessar díóður, þær leiða á mismunandi tímum. Ég minnka þetta hérna þannig við sjáum þetta í samhengi. Nú þá hérna tökum þetta hérna aðeins og þá getum við séð spennuna og tengimyndina og kannski getum við teiknað inn á tengimyndina. Það kannski tekið frekar þessa mynd hérna inn til þess að sýna hvaða díóður eru leiðandi á hvaða tíma. Stækka þetta aftur upp þannig að ég sjái sem sagt þetta og þessa hér. Hvernig gerist þetta? Sem sagt, þegar við erum með jákvæða spennu á fasa L1, L1 hérna, þá nefnilega díóða 1, hún forspennt. Það kemur jákvæð spenna hérna, þessi skilgreindur straumur fer frá pluss til mínus og við förum eftir því það díóðutáknið sem sýnir það. Þá fer það í gegnum díóða 1, í gegnum álagið og í gegnum hvaða, ef við tökum tímabil 1 hérna, þá fasi L2, hann með mínusspennu, mestu mínusspennu hérna, við sjáum það, L2 hérna, og hann hérna mínus. Og þá dregur hann, það skilgreindur straumurinn, hann fer þá í gegnum díóðu 5 hérna, út í L2. Þannig myndast jákvæð spenna yfir álagið á þessu tímabili frá T1. Svo sjáum við að það verður skipting hérna þegar að spennan að minnka hérna í mínuspólinn hérna, L2, það minnkar, þar til að L3 komið með neikvæðari spennu heldur en L2. Og þá tekur við önnur díóða. Þá L3 verður hérna neikvæðari, þannig að þarna gerist þá skipting að þá fer straumurinn næst í gegnum D6. Þá byrjar straumurinn að fara í gegnum D6 og fer þessa leiðina hérna, sjáðu þið, hérna út. Því að hér henni mesti mínusinn þá á þessu tímabili hérna. Þar til að við komum á tímabil T3 hérna, þá tekur annar fasinn við að verða jákvæður hérna. Það L2. Og þá dettur þetta út hérna og skoðum það. Þá L2, þá fer það inn á díóðu 2
og fer í gegnum álagið. En að D6 byrjar hérna að leiða með díóðu 2 en svo verður skipting, þannig að þá er ekki lengur að L3 verður neikvæður, þá verður L1 orðin neikvæður hérna, tekur við að vera með mínus spennu hérna. L1 og það þýðir að þá förum við í gegnum D4, díóðu 4. Okay, þá dettur út þessi leið hérna, það er áfram í gegnum díóðu 2 en það fer í gegnum díóðu 4, þá dregur sem sagt L1 strauminn hérna. Þá er L1 orðinn neikvæður hérna á þessu tímabili hér. Og síðan gerist það að spennan á L2 fer að dvína hérna í pluss, fer yfir í að L3 er að vera með jákvæðari spennu hérna. Þannig að L3 tekur við af L2 með jákvæðari spennu og þá gerist það þannig að það fáið straum frá L3 hérna í gegnum D3. Svona í gegnum álagið og í fyrirhlutanum í gegnum D4 en svo skiptist það aftur yfir í D5 og þá erum við komin aftur að D5 sem við byrjuðum á hérna áðan. Þá endurtekur sagan sig að svo verður hérna L2 komið með neikvæðari spennu heldur en L1. Þá tökum við þetta hérna út og þá fer straumurinn í staðinn í gegnum D5 út í L2 hérna. D5 út í L2. Þannig að nú erum við búin að fara í gegnum hvernig afriðunin fer fram, þriggjafags afriðunin. Og þá myndast jafnspennan yfir álagið þannig að það koma svona toppar. Og ef við leggjum saman spennurnar sem sagt hérna frá og niður í hérna, neikvæða toppinn hérna og færum þetta hérna upp, þá kemur línan hérna frá hingað og síðan leggjum við saman spennurnar frá L1 yfir í L2 hérna, þá fáum við toppina og þá fáum við 6 svona gárur fyrir 360 gráður fyrir heila sveiflu. Þá er það kölluð svona 6 púlsa afriðun. Og síðan þegar við mælum strauminn inn, þá sjáum við það er alltaf tvær díóður sem leiða eins og við sáum hérna í afriðunni og það ef við setjum það inn á sveiflusjána, við getum gert það til dæmis með multisim, þá sjáum við hver fasi hefur sinn lit hérna og ég er búinn að taka hérna einn fasa inn í straum og þá kemur hann svona út að hann leiðir, það eru 2 díóður sem eru að leiða hérna, það er frá þessum fasa hérna og þá skiptist það hérna niður og sjáum það minnkar aðeins strauminn hérna niður og svo eykst hann aftur hérna. Svo þetta er hann í 0 vegna þess að það kemur á annað díóðpar sem það leiðir. Þetta er bara straumur í einum fasa, sjáðu þið. Þá kemur hann aftur hérna og það eru 2 díóður sem leiða hér og við sjáum þetta er riðstraumur inn á afriðisbrúna. Þannig að hann er hérna í neikvæðri stefnu og svo er hann í jákvæðri stefnu hérna. Þannig að hann fer fram og tilbaka, getum við hugsað okkur. Þessar myndir náttúrulega eru ekki í bókinni, ég bætti þeim bara við vegna þess að ég tók þær úr multisim og setti þær saman. Þá er það bara spennurnar sem að við reiknum út með. Þetta er, ef við tökum ekki til spennufalli í díóðu, þá er það U3 deilt með pi sinnum U max á virkagildinu inn. Hér er reiknað út meðalgildi. Ef við tökum ekki til spennufalls í díóðu, þá segjum við að 3 deilt með pi sinnum rótina 2 sinnum U, sem er rauninni bara U max. En þannig getum við
nota spennuna inn og margfalda hérna með rótina 2 og sinnum 3 með pi þá fáum við virkagildi eða meðalgildi spennunar út. Já, U er virkagildi riðspennunar. Svo tökum við tillit til díóðaspennutaka. Við sáum það, þá voru 2 og 2 díóðar sem að leiddu samtímis. Þess vegna eru 2 díóðaspennuföll sem við drögum frá til þess að reikna út meðalgildi afriðuðu spennunar. Þá byggist upp formúlan þannig það er 3 með pi sinnum max sem er rótina 2 sinnum U, virkagildið, og svo drögum við 2 díóðaspennuföll frá. Hérna höfum við svo sýnidæmi og eftir það fáum við okkur eitthvað tímadæmi til þess að reikna. Við erum með rás hérna, þar sem við erum með forvaf og eftirvaf á spenni sem tengt er við afriðil og við ætlum að hlaða rafgeymi hérna. Og það er verið að segja þess að við ætlum að útbúa hleðslutæki sem á að hlaða 24 V rafgeymi. Og hleðsluspennan þarf að 2 V hærri en spenna geymisins. Hleðslutæki tengist 3 fasa 220 V riðspennugjafa, þannig að við þurfum að hafa spennu í þessu og við þurfum að í rauninni að reikna okkur tilbaka hvað þarf spennan hérna inn U að vera. Við tökum þessa formúlu og snúum henni þannig einangrum U. Þá er það þannig U saman sem pi deilt með 3 sem er rótina 2 og síðan svíin U með pluss 2 díóðaspennuföll. Og við skulum segja að við þurfum 26 V fyrir U með, þá setjum við það hérna og síðan leggjum við líka 2 díóðaspennuföll því við þurfum að gera ráð fyrir þeim. Og þá reiknum við út 20,3 V sem við þurfum í riðspennu til þess að setja inn á afriðsbúnað til þess að fá 26 V spennu til þess að hlaða rafgeyminn. Ok, þetta var það sem ég ætlaði að sýna ykkur áður við færum að reikna dæmi. Og þá er síðasta díóðan hérna er að leiða þá frá 210 til 330. Nei, býtum við. Er ég að gera einhverja vitleysu hérna? Nei, það var D6. Það var frá 90 til, já, D4 er bara frá 210 til 330. Já, það er rétt. D4 var hérna, D5 var frá 330 til 420. Svona að bættist við þarna 90 gráður og síðan frá D6 er þá hérna frá 90 gráður til 210 gráður. Þá er hún að leiða. Ok, þannig var svona meiningin að setja þetta fram. Ok, þá hérna ég ætla að fara aðeins yfir svarið við spurningu 22 hérna. Hve há er U með á mynd 360, sagði mynd hérna. Hér erum við með spennuna inn 380 V og notuðu formúlu 323, 3 fasa afriðun og þá setjum við 380 V sem virkagildið inn U hérna sinnum rótina 2 og sinnum 3 með pi. Svo draugum við frá 2 díóðaspennuföll sem sagt 0,7 V sem er samsvarað 1,4 V og þá er max-gildið hérna sem sagt 537,4 og meðalgildið jafnspennan út af þessu verður þá rétt rúm 511 V. Og
Síðan er spurt hérna hvaða díóður hérna á þessari mynd leiða. Það eru sem sagt díóð 1 og díóð 5 sem að leiða sem sagt byrja að leiða þarna frá tímabili 1 hérna T1 og svo skiptist það hérna á miðju yfir í D6 og D1 er áfram, þannig að það breytist yfir í D1 og D6 seinni hlutan af tímabilinu frá T1 til T2. Og þá förum við í verklegt á föstudaginn í 3 fasa afriðun.